verið hjartanlega velkomin í Ævintýrahattinn. Í þessum þáttum ætla ég að skrifa ævintýri, bæði innlend og erlend, gömul og ný. Og byrja á íslensku ævintýri sem heitir Búkolla. Einhver íslenskt ævintýri, Búkollu. Það var líka erlend ævintýri en Búkollu vist. Einu sinni var karl og kerling í koti sínu. Þetta er einn son, hann Karlsson, og eina belli í hana Búkollu. Einn daginn, þegar að kerling ætlaði að fara að mjólka Búkollu, var hann horfin. Og hún var öskureið og kallaði á Karlsson. Karlsson. Hann sagði, þú verður nú að fara að ná í Búkollu og kemur ekki heim fyrir hún er fundin. Ég er frá næstunni sko. Og með þetta fór hann. Og hann arkaði og arkaði og arkaði og arkaði og arkaði. Þá til hann var kominn á stóran hól. Og þá sagði hann, baulaðu nú Búkollu minni átt einhvern leið. Og hann heyrði smá baul. Hann gekk á baulið, eða hljóðið. Fór á annan hól og sagði, baulaðu nú Búkollu minni einhvern leið. Hann heyrði að vera nálgast. Hann fór aðeins lengra. Baulaðu nú Búkollu mín eða þú ert einhvers staðar á lífi. Hann hefði hærra, baulið hærra og hærra. Og alltaf svo sagði hann upp á einum hól. Baulaðu nú Búkollu mín einhvers staðar á lífi. Það var hann svo hátt baul að það glimraði í öllu. Hann labbaði niður, sá helli og þar var Búkolla. Hann lesti Búkollu og byrjaði að labba heimlega svona. En þá voru 2 tröllskessur sem var örkuð frammi þannig. Strákum í áni við náum þér. Hann var rosalega stressaður og stamaði. Hvað gera Búkolla mín? Taktu hár hálminum og legðu þér það. Verða svo stóra vatni að enginn kemst yfir hann nema Mary Poppins á reglifinni sinni. Þetta gerði strákur. Hrifsaði hár. Úr því var það svaklega strákan, Þingvalla vatn. Þetta dugar ekki strákur. Sæktu stóra bolans pappa, sagði stóra skessa mildsvisa. Og það gerði hún. Og bolinn drakk allt vatnið. Þá var strákur ennþá stressaðri og stamaði þóra. Hvað taktu háránum, lögur hann, úr þið verður svo stórt bál að enginn sem nema Mary Poppins á reglifinni sinni. Úr þetta var svo svakalegur eldur, svisa bál. Þetta var strákur. Og bolinn, hann var búinn að drekka sem verna, hann þurfti að pissa og pissaði á eldinn, annars sloknaði. Og strákur var þá ennþá stressaður en áður og stamaði miklu meira. Búkollu mín. Takk þá hálfinum og löður hann. Og úr þau verið svo fjall að enginn segir á nema Mary Poppins á reglifinni sinni. Og þetta gerði strákur. Og úr því var þetta stór fjall. Þetta dugar ekki strákur. Náði stóra búrinars pappa. Og það gerði þetta skessan. Svo boraði hún gat og boraði. Í Stórfelli var Esjan, skilst mér. Og þegar hún var að bora inn í þetta stóra fjall og boraði. Nú ættum við að fara inn og ná í hann. En það veit ekki við til. Það festust inn í fjallinu og hafa verið það síðan. Strákum hefði Búkollu og allir að hamingjussamir til æviloka endir. Hér með líkur þættir. Lesa þessi ykkur aðra sögu skemmtilega. Takk fyrir í dag. Með þess, bless.